Bertone búinn að taka út umtalaða leikbannið. Hann með í dag og væntanlega stýra leiknum algjörlega í fjarveru. Stórstinn, við erum að byrja hér í Þorgeverk höllinni og það eru Íringar sem að hefja leika, sending á Sarko og þeir eru búin að tapa boltanum. Beint úr uppkastinu í auðvitað-körfu og ekki þar Pablo Bertone. Zotne sér til varnar og gerir þetta vel. Zotne reynir að vera fyrir honum. Klónaras styrir Hákon sem fer inn í miðjuna. Vel spilað hjá Íringum og 2 stig sem Sarko Júkic setur niður. Talaði það fyrir leikinn að þetta var að stoppa hraðasóknir Stjörnunnar. Það náttúrulega endasóknir með skoti. Frábærleg varnarleikur hjá Sarko Júkic. Og Orri fer fram hjá honum auðveldlega. En frábær varnarleikur hjá Jacob Falco sem ver boltan. Og reyna hann einhver fótboltatilþrif sem gengur engan veginn. Gert hjá Falco. Stjarnan hendur boltanum 2,2 sekúndur eftir að skotklukku. Gasic. Og Orra sem fer beint upp og nær í 2 stig. Nei, Gasic fylgir þessu eftir. Það telur. Íringur vildi meina að það hefði snert netið. Gasic klárar þetta. Falco. Þessi sending ekki nógu góð. Gasic stelur honum og villa á Dimitrios Klónaras. Þekkjum vel, spilaði með Haukum upprunalega. Valum 20 ára tímabil hér. Pablo með 2 stig. Tekur Falco inn í miðjuna og nær ekki klára þetta en fær villuna á Giannis Akravanis. Falco búinn að komast dýpra inn í teginn en hann náði nánast allan síðasta leik. Tekur Falco vítanýtingina, svíkja. Ekki 65% þessu tímabili. Það ólíkt honum hvorugt onni núna. Bertone. Gasic. Skotinu. Það er Giannis boltan til að reyna að gera eitthvað. Við erum hindrunna frá Seth Leday sem hindrun var alveg agalega slögg. Og Giannis í ævintýralegt skot hinn megin. Þessi hindrun hjá Seth Leday gerði ekkert fyrir hann og þá var hann bara búist til ótrúlegt skot en hann setti það niður. Aras, þessi sendingna, Gasic að koma að hendi í hana. Hákon fer á fullu blasti, brýtur á Bertone. Hæja á hraðari sókn. Þetta er ótrúlegt með Jotne fyrir fram á sig. Leday. Gasic. Varnarleikur hjá Jacob Falco. Þetta gerir Seth Leday frábærlega.
grípur boltan hann upp á 5. hæð. Setur boltan niður. Skiptir aftur tilbaka. Jacob Falco komst ekki inn í miðjuna. Pablo. Hákon tapar boltanum, vill fá villu, fær ekki neitt. Giannis. Þriggja stiga skot. Þetta út. Gassetti taka sóknar fyrir okkar stið. Og Giannis setur til að tala, nei, já! Saturday með alvöru stæla! Og þetta ekki svarið sem Bosse Ilievski kallaði eftir frá síðasta leik. Stjarnan algjörlega valta yfir ÍR í upphafi leiks. Ég sé bara á íringum hvað þeir eru slegnir, en sjáu þetta, kemur Giannis, klikkar á sniðskotinu, kemur Saturday. Með stæla tróðslu, kemur Stjörnunni 11 stigum yfir og það eftir einungis minni en 3 mínútur á leiknum. ÍR-ingar með eina körfu í upphafi leiks. Með 5 stig. Sarko með 2 stig. Og tapa 4 boltum hérna strax á fyrstu 3 mínútunum. Sem ekki viðunandi. Hreinlega. Og Bosse Ilievski sem talaði mikið um það fyrir leikinn í viðtali. Hann vildi fá svar og viðbragð eftir niðurlægingarna gegn Tindastóli í síðustu umferð. Það allavega ekki staðan hingað til, en 11 stig eru fljótt að hverfa í körfubolta, sérstaklega það svona mikið eftir. Hákon. Þeir tapa bara 5. boltanum sínum. Og Bosse vantarlega bandbrjálaður að þetta sé það sem kom út úr leiksliðinu þeirra, en Stjarnan nær ekki að refsa hinum megin. Sarko Jukic, alla leið og frábær varnarleikur hjá Orra Gunnarsinni, en Jacob Falco treður þó hinum megin. Pablo, þetta byrjar þvílíkt vel þessi leikur, alvöru tilþrif að báða. Saturday með Hákon setur varnar, Hákon gerir vel og Seth klárar ekki. Klonara sem þykist á skotið, þannig Pablo allt og langt frá honum, en heppinn. Pablo heppinn að þetta fór ekki onni. ÍR-ingar heitum hornin varnarlega. Leyfa Gasset að koma alla leið á körfina. Komum boltanum á Saturday sem leggur hann ofan í. Og hér að tapa enn einn boltanum og það Jacob Falco. Og Stjarnan að fara í hraða sókn. Setur Orri Gunnarsson þetta niður. Allt sem Bosse Ilievski talaði í viðtalinu fyrir leik alls ekki að gerast. Komið veg fyrir hraða upplaup Stjörnunnar og svar frá síðasta leik, það bara ekki að gerast. Stjarnan kemst í hraðasókn hérna aftur og aftur og aftur. Sjáu þetta hjá Orra. Stórkostleg tilþrif. Bjarni Guðmann kominn inn á. Saturday. Giannis. Frá Pablo sem fyrir upp í erfitt skot. Maras með Giannis sem sér til varnar. Jacob Falco kemst hér í teginn, opnast fyrir Sarko Jukic sem setur þetta niður. Sarko með ótrúlega tryggjastæðarskot, það lítur aldrei vel út, en hann með bara þokkalegustu nýtingu með við það. Orri í tegnum, fær boltanum Bjarni. Pablo aftur, Hákon aftur langt frá honum, en þetta
Það ekki hún í, nú var smá tækifæri fyrir ÍR að ná allavega tvær góðar varnir í röð að ná smá áhlaupi. En þeir tapa boltanum. Sjáið þið á viðbrögðum Bosse hvað hann var ósáttur við þetta. Þetta eru 7 tapaðir boltar á fyrstu rúmum 5 mínútunum. Til samanburðar þá er Stjarnan ekki búin að tapa neinum. Orra, tekur Falkó á ekki að vera þessu hoppi og Orri plattar hann upp í loftið, setur niður 3 stiga körfu. 13 stiga munur á ný. Falkó lokar algjörlega á Hákon, hann fái boltan. Falkó strikkstöðskotið gengur ekki. Sotne með sóknarfrákastið og gerir þetta vel. Nær í 2 stig á Bjarna Guðmann. Var hann aftur. Bjarni kominn með Hákon sér til varnar. Gasic á ringinn og hann gjörsamlega pakkar Jakob Falkó saman. Sjáu þetta, Falkó lendir bara skref á eftir og hann ekki nógu sterkur. Luka Gasic. Með 4 stig. Serbi. Serbi 15 stig þar á síðustu leiktið. 3,5 mínúta eftir af fyrsta leikluta. Ég að svara þessari skelfilegu byrjun. Falkó. Bjarna hetsar hana út þannig að Falkó kemst ekki að ferðina. Sotne. Bjarni Guðmann alltaf með leikrana tilburði og Gasic brýtur á honum. Bjarni gerir mikið úr sig þá að Jopni samt pínu heppinn því hann setur bara öxlina undan sér. Bjarni hefði ekki að selja þetta nógu vel til þess að fá villu. Luka gerir vel að koma inn í þetta og brjóta í staðinn fyrir að gefa Jopni 2 stig. Setur fyrir að vilja niður. Vítaskita hingað til á tímabilinu 42 en setur þessi hins vegar niður. Orri kominn inn á hjá ÍR og Tómas Orri. Orvarnir setja þeir. Gerir árás. Ekki klikka hann ekki búinn að hitta hann sérstaklega vel. Og hann sé að komast í fín færi. Tómas. Jakob Falkó bara kominn út af. Hann ólíkur sjálfum sér þessa dagana. Gasic. Þetta fer á Tómas og Tómas brýtur á honum. Snýr sér þarna með Tómas á bakinu. Ledey á vítalínunni. Fín vítaskita á síðan fælli var til að mynda 70% vítaskita á síðustu leiktíð í Ungverjalandi þar sem hann spilaði en setur þetta ekki. Björn Hafþór kominn líka inn á. Hákon. Setur náttúrulega á körfuna, gerir þetta vel, nær ekki að klára þetta hins vegar. Leifsson kominn inn á.
Það er að opnast fyrir Orra. Þetta skot víðs fjarri. Björgvin tekur annan frákast. Björgvin, hann góður í þessu að keyra af stað og gerir þetta virkilega vel. Upp allan völlinn og klárar þetta fanta vel. Erfitt að eiga við Björgvin þegar hann kemst á ferðina, en þetta gerir Janis ótrúlega vel, en boltinn skoppar upp úr. Aron. Jotny í opið þriggjastiga skot. Þetta getur verið stemningsþrýstur. Fer upp fyrir og ekkert úr þessu. Jotny í 4 stig. Þriggjastigaskotum sínum á tímabilinu sem til Orri. Þetta ekki að fara ofan í Stjarnan. Þeim líður eins og það getur verið hreinlega komnir í 20 stiga mun. Þeir verið að hitta skotunum sínum. Þetta ekki það erfið skot sem þeir eru að koma sér í. Þetta allavega miklu meira áræðni, miklu meiri andi yfir liðinu þegar þeir eru komnir núna með Tómas, Björgvin og Aron inn á. Þeir verða að eiga það Tómas. Þetta frábærlega gert. Tómas var nýbúinn að klikka úr einu opnu skoti, hikar ekki þarna. Gerir góðum skotmunum að góðum skotmunum. Janis ætlar bara að fara með Aron alla leið og þau tvöfalda og Aron brýtur á honum. Klálega vandamáli í svona hávaxnu liði eins og Stjörnuliðinu með Aron inn á. Það fara á hvert skipti í síðast að komin út af og Jakob Falkó komin aftur inn. Það er ekki tekið Aron eða komið mikið kraft inn í þetta. Hann er inn á ennþá. Janis setti fyrravítið sitt. Klikar á seinna. Setur boltanum inn á. Björgvin kemur sér inn í miðjuna. Og kemur boltanum, nei. Ekki á Jotny. Jakob, þetta tvígrip, þetta rétt. Dribblar, tekur boltanum upp og dribblar aftur. Á Björgvin, beint af stað, góð sending út í hornið á Tómas Orra. Gengur ekki og hann fer af gýringum út af. Sigmundur vill. Við Jóhannes. Leður til sig. 30 sekúndur eftir af fyrsta leikluta. Jakob Falkó kemst hérna inn í djúpt í hringinn. Sarko hikar allt of mikið þarna. Það líði ekkert rosalega vel á það þegar hann byrjar að dribbla boltanum. 7 sekúndur af skotklukku. Falkó. Hann komast djúpt í teiginn núna en hann klárar þetta mjög illa. Bara mjög illa. Frábær sending og Orri Gunnarsson. Stutt. Tómas. 5 sekúndur. Fín vörn en Orri brýtur klálega reyndar á sér þarna. Tómas fer á Tómasi að vera áræðinn á hringinn. Tómas var einn á möguleikann að minnka muninn niður í 7 stig. Klikar á fyrravítinu. Klikar á 3 af 5 vítum sínum til þessa. 37 sekúndur eftir af fyrsta hluta. Nær Stjarnan að búa sér til gott skot. Janis.
Hann var alltaf að fara að gera þetta sjálfur en skotið klikkar og fyrsta leikluta lokið. Stjarnan 25, ÍR 17. Allt til reiðu að hefja annan leikluta. Íringar með óbreytið sem endaði leiklutan. Inn á hjá Stjörnunni. Fiskar villuna á Björgvin. Gýr á Björgvinni. Komið honum í, fengið svona villur. Hún er bara aðeins á æstur. Gasic alla leið á hringinn. Óboðslega einfalt. Falkó. Það er aðeins á þessu, ætlar að stilla upp. Björgvin, hann ekki náma sérstaklega ágjör að þykast skotin hans Björgvins. Aron. Fyrir Björgvin og hann er að skjóta þykastega skotinu. Það er ekki. Öll lið setja upp þannig varnarskema að Björgvin megi skjóta þykastega körfum. Það er skotum afsakið. Janis, klárt brot þarna. Júkild sem kemur inn í hann og slær í hægri hendina. Engan veginn hægt að deila þennan dóm. Og Janis Agravanis á vítalínunni. Skoturlega Grikki sem kom til lands fyrir ári síðan. Spilaði með Tindastól á síðustu leiktíð. Hæsta leveli í Gríklandi. Vann meistaradeildar Evrópu þegar hann lék með Peristeri í Gríklandi 2018. FIFA Evrópukeppnina. Aron. Settur deg hérna. Það er Falkó svona pláss til að skjóta en hann er ekki að hitta. Nú gerir hann árás og setur þetta niður. Gerir árás á stundinlið þarna. Bjarni og Janis sem að fer alla leið. Björgvin brýtur á honum. Vill að Björgvin óheppinn að renja þessu hérna hnéð í hann. Utan fyrir Andrios Klonaras. Janis klikkar á fyrra vítinu. Næsta stig. Mjög vel Janis. Einhverjar glósur sem hann fékk hérna frá Geta Hooligans heyrðist mér og hann var með einhverjar. Lét hann aðeins heyra því. Þetta er skítinn varnarleikur hjá Stjörnunni en tekur Falkó bara klikkar og galur skoti. Og Janis nær halda boltanum inná og Stjarnan fullu ferð, klikkar á þessu sniðskoti Luka Gasic og þá er það IR hinum megin, tekur Falkó, finnur Tómas í horninu og hann setur þetta niður. Enn og aftur er Tómas Orri að koma inn með frábæra innkomu á bekknum. Setur þetta ekki, svona fram hjá vörninni en Janis hægir á þessu. Sett, finnur Bjarna undir körfunni. Luka. Hann losið í teginn, hann er náttúrulega tapboltanum, skotklukkan er að renna út og Luka þarf að fara erfitt skot. Bjarni
Segi tekur sóknarvöxt eða hvað? Nei. Sarko nær honum á endanum og Írningar í hraðasókn. Jacob Falco setur 2 stig niður og munurinn orðinn 7 stig. Baldur Þór Ragnarsson tekur leikhlé. Smá áhlaup hér hjá Íringum. Stemningin að farast þeirra megin. Jannis að láta dómarinn eitthvað heyra það. Líður dálítið. Stjarnan sem komið sér í góð færi, góð skot, bara búin að hitta þeim frekar illa. 50% tveggjastiga og 2 af 10 þriggjastaskotum. Nei, afsakið, þetta var IR sem að lesa. Stjarnan búin að skjóta 42%, 9 af 21 inn í teig. Rosa daburt og 2 af 7 í þriggjastaskotum. 6 sóknarfrákostum hingað til í leiknum. Írningar aðeins ná að stoppa upp í töpuðu boltana. Voru komið 7 tapaða bolta eftir 5 mínútna leik. 8 núna. Kominn inn á, hann þekkir þessar Fjallir vel. Spilaði með Stjörnunni síðustu ár. Ríkismeistari á síðustu leiktíð. 9. maður í liði Írninga. Áhugavert. Örugglega ekki það sem hann gerði ráð fyrir þegar tímabilið byrjaði. Pablo. Jannis alla leið á hringinn og þetta frábærlega. Sarko fyrir sig ræður ekki við hana á ferðinni. Og Lonaras ekki frábær sending á Orra. Frábæra hreyfingu. Falco lendir hann fyrir aftan hann. Sarko Jukic! Lappar þarna fram með Jannis. Og treður honum með tilþrifum. Jannis í þriggjastiga skotið. Þetta er ótrúlegt með þennan gæja. Jacob Falco með Jannis sér til varnar. Það komið móti Kristján Fannar opinn. Hikar í skotinu. Jacob Falco með Orra sér til varnar. Falco fyrir alltaf leið á hringinn. Opnast fyrir Clonaras í horninu sem setur þetta niður. Fyrstu stigin hjá Dimitrios Clonaras í leiknum. Góða fréttir fyrir IR ef hann fyrir detta í gírinn. Pablo. Orra og Jannis. Seth Day. Skipta þeir og Jannis þessi lit ágætlega út en upp úr fer hann. Clonaras gerir árás alla leið á hringinn og setur þetta niður. 7 stiga munur. Jannis á Orra og gerir hann árás. Villu sem hann fær dæmda. Tómas Orra þarna. Tómas kemur hann aðeins á nátunum og slær niður. Hákon inn á nýjan leik. Tómas. Eftir að fyrra hálfleik. Bertone. Jannis fær hindurina. Skipta þessari hindurinn og Seth þá með Clonaras fyrir fram á sig. Seth. Það er þetta aftur ágætlega þannig að það kemur á skotinu en Luka Gasic sækir, nei Pablo sækir sóknarfrákastið en skotið gengur ekki. Kristján Fannar í þriggjastaskotið. Það var alveg stemningsskot en hjá Stjarnan nær honum á endanum.
Villa dæmd á Jacob Falco. Skot, við komum í skotrétt. Jájá, þetta er bara rétt. Jacob Falco kemur of miklu krafti þarna inn í hann. Seth klikkar á fyrra skotinu. Klikkar á seinna líka. Sarko gerir það rátt. Sendingu og Kristján Fannar í horninu, gengur ekki. Sarko nær góðu sóknarfrákasti en ná ekki koma boltanum á annan hring. Og Luka Gasic alla leið á hringinn. Það er ekki hægt að eiga sett þetta í hana. Ekki mikið að hlaupa tilbaka. Sá hvað Baldur var ósáttur við hann. Naras í horninu sínu, en það er ekki að koma upp skotinu. Sarko fiskar á millinu á Luka Gasic. Leiklega sem að Stjarnan tekur. Hvað vill fara yfir hlutina. Villum er ansi áhugaverð. Það er 11-4. Í vil, þar að segja þeir eru búin að fá dæmdur á sig 11 villur. Skotrétt en ég er ansi langt frá því. Sarko, Jokic. Hýta frekar illa þryggastega til en sem meira er í Stjarnan að hitta illa tveggjastaðskotum. Stela 7 boltum. Ég er að stela einhverjum einasta. Mikil stig þar vegna. Þetta gangur svo langt að segja þar sem munur á liðunum. Já. Stjarnan er búinn að skora 15 stig úr töpuðum boltum á meðan ég er ekki búinn að skora neitt. Samt ef við dálítið á tilfinningunni að Stjarnan hafi á tímabili geta verið komin í miklu meiri mun. Í þessum öðrum leiknum hefur leikurinn bara verið þokkalega jafn. Falco kemst á hringinn og gerir þetta vel. Þetta er Falco sem við erum búin að bíða eftir. Giannis og Kristján sendinga á hann og reynar að setja niður. Í röð. Það tæmt á Bjarna Guðmann sem að húkar hann í sjálfni. Það er alls mikið að villum í leikjum en þetta er alltaf villa. Sjálfni. Kemur sér til Magnar. Sjálfni gerir þetta vel. Nær að bakka, tjakka Bjarnal ansi djúpt. Góður stöðu. Giannis. Þetta er frábær varnarleikur af Kristjáni Fannari. Þannig að stela boltanum. Naras. Nálægt til tapa boltanum, en hvar endar þetta? Kristján Fannar setur þetta niður! 4 stiga leikur. Kristján Fannar gegn sínum gömlu félögum að setja 3 stiga körfu. Giannis farinn hreinlega fram, þannig að þeir eru að spila bara 4 í vörn.
fín vörn hjá Hákoni, sem gerir þetta erfitt og skotið skoppar upp úr. Klónaras. Kemur boltanum inn á Jotne og Jotne klárar þetta niður og fær víti að auki. Jotne sem ég gagnrýndi mikið við í síðasta leik fyrir að vera mjúkur í þessari stöðu, hann er búinn að gera vel og gerir þetta vel. Fer upp fiskarvilluna á Luka Gasic. Önnur villan á hann. Jotne minkar muninn niður í 1 og einungis 1 stig. Pablo á Bjarna. Stjarnan gengi illa að skora síðustu mínútur. Pablo þarf að fara í ansi hreint erfitt skot, tekur Egil Sóknarfrákast, þarna er villa eða hvað. Fær það ekki. Og Írika geta komist yfir, Jacob Falco. Hákon. Alla leið á hringinn og fær villuna dæmda. Tvö skot sem hann fær. Gerir árás. Ekki mikið villa þarna en síður. Alltaf hann 1-1 dómur báðum megin. Hákon klikkar, þá getur hann jafna leikinn. Ræða saman. Ekki hvað fór hérna á milli þarna. Hákon seinna vítið sitt. Setur það og jafnar leikinn. Það eru heldur betur tíðindi. ÍR er búið endanlega að snúa þessu leik við. Eftir slappa byrjun. Orri. Fara inn í miðjuna og villa dæmd á Hákon. Þetta er hárréttur dómur. Hákon er ekki í neinni stöðu þannig til að fiska runninginn. Moppa. Mætir á moppinu. Svo hann er að sem þetta þjálfa ÍR-liðið sem er að spila núna á heimavelli gegn Álftanesi. Sín sport. Þessar á stuttur. Aftur getur ÍR þá komist yfir með 2 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Falco. Fyrst fyrir Klónaras í 2 stiga skotið og þetta er aðeins fast. Bertóni hinum megin. Aðeins á þessu. Aðeins og först notnast fyrir Pablo Bertone og þeir einhvern veginn ná bara ekki að setja boltan ofan í körfuna Stjörnumenn. Rosalega stöpur nýtingu undir körfunni og Klónaras fær 2 vítaskot. Þetta er hreinlega ótrúlegt að fylgjast með þessu Stjörnuliði. Reyna að klára hann undir körfunni. Það eru 4 tilraunir í heildina. Klónaras fyrir þarna milli teiga. Veit vel að ef hann fer alla leið eru yfirgnæfandi líkur á að ná að skora eða fá villu. Villuna fékk hann og getur þá aftur komið Stjörnunni yfir. Og fyrsta skipti í leiknum. Fyrstu vítin hjá Klónaras í dag. Átti brúst gitta til þessa á tímabilinu.
setur fyrra. Seinna vítið. Dimitrios Klonaras setur hann honni og kemur ÍR yfir í fyrsta skipti í leiknum. Endur kom hann þá fullkomnuð Pablo. Kristján fannar hún til varnar. Jannis í erfitt skot, þetta gengur ekki. Þetta tvo svona í leiknum en til varnar opna nokkrar og Klonaras fiskar villu hinum megin. Alveg eins og hann gerði rétt áðan og Seth Lidey að fá sin fyrstu villu. Villumunurinn sem ég talaði um áðan, hann uppurinn. Ég að fara hérna nokkrar sóknir í röð á vítalínuna. Jafn út. Það er þessi klikka fyrir að vítinu. Það komið tveimur stigum yfir. Simmi biður hann vinstalast að girða sig í brók. Bókstaflega í þetta skipti. Klonaras setur vítið niður og tveggja stiga munur ÍR í vil. Stjarnan af stað. Seth á Orra. Gasic sem keyrir út í miðjuna og Bjarni í horninu. Ekki tilbúinn að skjóta. 8 sekúndur á skotklukku. Stjarnan á innkast á hliðarlínunni. Endalínunni afsakið. Inn í miðjuna, flottur varnarleikur hjá ÍR en Orri er hins vegar gallopinn en klikkar. Bjarni aftur klikkar, hvernig aftur? Seth Lidey, hann hægir að klára þetta núna. Það hlaut að endanum að detta ofan í og Bosse tekur síðasta leiklið sitt í hálfleiknum. Þetta er ótrúlegt. Staðan í jöfn, þegar 34 sekúndur eftir að fyrri hálfleik. Gallopinn og klikkar. Ólitónum hérna 1-2. Þriðja skiptið. En ég er eitthvað svettir að ná ekki frákastinu í eitthvað þessum tilvikum. Sarko Júkils er útaf með 3 villur. Aðeins lágarsnari fyrir vikið. Stjarnan eru 14 af 38 í tveggja stiga skotum í leiknum. 36% Stjarnan í heildina eru skjóta 34%. Það er alveg agalega daburt. Pablo Bertone er 1 af 9 skotum. Samanburðar að ég er 63% inn í tveggja stiga skotunum. Það verður á þriggja stiga 25%. 35 sekúndur eftir af fyrri hálfleiknum. Staðan í jöfn og ÍR á boltann. Bosse tók leiklippir í leiknum, þá komu út með kerfi sem töpuðu boltanum. Það get ekki betur. Þetta skipti. Marko. Skil opinn fyrir Totni en þeir ná að rótera og finna lausnir Stjörnumenn en síðasta skot fyrir hálfleiksins Jannis. Yfir líkur á að hann klári þessa sókn sjálfur í erfitt skot og setur það ekki og hvar endar boltinn í öndanum á Pablo Bertone og nú setur hann niður og ég sé léttir.
Gassits og þeir byrja leikinn eiginlega eins og þeir setna áleikinn eins og þeir byrjuðu fyrir áleikinn og að tapa boltanum. Pablo. Seth. Það vel og klárar þetta. Kemur Stjörnunni 4 stigum yfir. Boltan hans djúpt í teignum og tekur Falco, hann hikar í skotinu. Sátni í horninu, klikkar á þessu skoti og Jannis tekur frákastið. Fleiri sóknar frákastið, varnar frákastið í leiknum. Og klikka rosalega mikið af skotum undir körfunni. Gassits. 6 sekundur eftir skotningu, hann ætlar að gera árás á Sarko. En kápa nú úr því klæðinu. Tekur Falco. Pablo setur varna. Frábær hreyfing hjá tekur Falco. En boltinn skoppar upp úr. Pablo alla leið á körfuna og setur þetta niður. Þetta kraftur í Stjörnunni hér upp af við. Hálfleiksins. Eins og var í þeim fyrri. Sarko finnur Clonaras í horninu. Hann svo ótrúlega skotviss úr horninu. Clonaras sem fór lítið fyrir sér fara í upphafi leiks. 11 stig. Ótrúlega góður leikmaður tímtíni og Clonaras spilaði með Álftanesi á síðustu leiktið. Það gerir Gassits frábærlega. Falco á Jannis. Settur niður. Kemst þarna allt og nálægt hringnum. Ekki ánægður með að sínir menn skyldi ekki keyra aðeins í bakið á Íningum hana. Seth í þriggasta skotið. Geigar og Íningar taka frákastið. Tekur Falco fullur í ferð. Pablo. Falco á Hákon sem tekur skotið. Ekki. Og Stjarnan á boltan. Seth, sem hann haldur honum inn á en rétt tæplega og sendir hann út af hinum megin. Sarko, Hákon. Á Sarko, Júkic. Klikkar. Mikið á þessu skotum þessi frábær sending og Pablo, hann klárar þetta! Síðasta karfa fyrir hálfleiksins þá gefið honum smá meira sjálfstraust þar sem hann hitti sjóun á bryggjunni í fyrir hálfleik. Meira sá svona auðveldum sniðskotum en setja núna þrjú í röð. Tekur Falco, Clonaras í horninu. Þetta ekki honni en Jotni tekur frákastið en broti dæmt á hann. Sigurbaldur séð eitthvað. Sem ég sagði við annarri villi í fyrri hálfleik. Dæmt að festa í hver einstu sókn, þá það ansi mikið af villum. Jannis selur þetta vel. Pablo var hindrunna frá Luka og upp í skotið þessi víðsfjari. Clonaras ætlar að reyna að keyra aðeins í bakið á þeim en hægir á.
en Hákon heldur honum í leik og Hákon gerir þá árás og þeir þrefald á hann en Hákon klárar þetta vel og fær víti að auki. Óbúslega vel gert hjá Hákoni, þeir eru þétta miðjuna vel þegar hann mætir. Kemur boltanum fram hjá og fær vítuna að auki. Vítið var stutt og aðeins keyrt á þá. Þetta gerir Jannis virkilega vel úr erfiðri stöðu milli vítuna. Það er ekki Falkó gefur Jannisson alltaf mikið pláss. Ég veit að menn þurfa að stíga örlítið frá honum svo að ná ekki fyrsta skrefinu framhjá, en þetta var alltaf mikið pláss og tekur Falkó og setur þetta sjálfsögðu niður. Clonaras að stela þessu bolta og Falkó hinum megin á Clonaras og munurinn orðinn enginn og staðan jöfn 56-56. En þeir tapa boltanum og tekur Falkó hendir sér á hann og íringar á fullri ferð og Clonaras hann fyrir svo upp úr körfinni og ég halda boltanum með 14 sekundur eftir skotklukku aðeins á langt, grípur hann aðeins á langt frá körfinni og hann er ekki að klára þetta. Tvilla á Luka Gassic sem að notar hann að líkamann til þess að ýta Clonaras út af vellinum. Það er rétt. Hoppar hann eiginlega í áttina að honum. Clonaras í vítaskotið og kemur ÍR yfir. Fyrst skipti seinna á leiknum. Seinna skotið líka. Pablo. Hvernig ferð út úr niðurskrinni. Clonaras situr vatnar 7 sekundur á skotklukku. Setur hann niður. Ótrúlega sterkur. Grikkinn, öflugi. Falkó. Sarko júkt þarna. Reynir að fipa, orra og tekst eila. En það er ekki alveg að gera sér matur í Jacob Falkó. Þetta er skot, þarna ekki að mikið og pláss. Og hinum megin. Fá Bjarna Luka með ótrúlega hreyfingar og erfitt skot, það var alltof erfitt að dribbla hann aðeins svo mikið. Leikur stjörnunar í leiknum þetta verið þannig boltinn ekki fengið að flæða nægilega mikið og Jotne undir körfinni brotið á honum og hann fær 2 víti. Á vítalínunni, klikkar á fyrra vítinu. Georgi maðurinn spilaði svolítið leiktíð með Petrul Losesti í Rúmeníu. Georgi var í bandaríska háskólaboltanum.
Tómas Orra. Tómas í flotta innkomu í fyrri hálfleiknum en svona búinn að koma með alla leiki á þessari leiktíð. Gríðarlega öflugur inn á bekknum. Orra Bjarni alveg einnandi görfin frábær varnarleikur hjá Sarko Jukic. Og Klonaras alla leið og setur þetta niður og vill fá víti að auki en fær ekki. Nú er eitthvað til síns máls. Ég komið 3 stigum yfir. Ótrúlega tilþrif þarna hjá Sarko. Luka Gasic. Og boltinn eiginlega lengi ákveða sig hvort það fer ofan í eða ekki. Og síðan Farko brotið á honum. Þá ótrúlega villu. Við nýjar áherslu. Það ekki. Það aðeins svigrúm. Já, ég veit það ekki. Ég held að þetta bara fín vörn hjá Orra. Ég er komið í skotrétt. Settur fyrir vitið. Fimmstiga munur, það er langmesti munur sem að ég hefur náð í leiknum. Seth, Tómas til varnar. Tómas brýtur á honum. Við erum alltaf vita að segja við þessu. Sjáum það alveg þarna að Tómas er ekki jafn beinn og hann vill meina. Með hendurnar upp í loftið, klár villa. Seth fyrir að vitið niður. 12 stig, 2-2 að þeim búin að bæta við 10 frákastum og það þarf 6 sóknarfrákastum. Boltan. Getur húligans. Fjölmennari en láta hins vegar alveg örugglega vel heyra í sér ef það ekki hafa rétt. Vítið ekki ofan hjá Seth og munurinn 4 stig. Farko. Fyrir Klonaras. Líka fannst í skotinu en Núfe setur hann niður. Klonaras. 20 stig. Það var farið heldur hægt af stað. Kristján Fannar líka ná. Pablo. Janis í skotið langt fyrir utan og ekkert gengur það. Írninga með algjöra stjórn á leiknum núna. Kristján Fannar. Komið boltanum á Sarko og Jakob. Það er að slá boltanum út af. Farko. Hann fær mikið pláss og skýtur en ekkert bara þessu en Klonaras slær boltan ofan í. Kemur í 9 stigum yfir. Pablo og Sarko nær að sparka boltanum út af virðist að fara einhvern saman að setja bekknum en allt er góðu með hann. Pablo. Gerir árás á Tómas Orra en gengur ekki þegar hann á sóknarfrákastinu. Janis. Langt síðan þeir skoruðu núna Pablo. Ekki það ofan í og Stjarnan á boltan 9 stigum yfir. Sóknarleikur Stjörnunnar. Það verður mjög slakur og auðvitað varnarleikur
ÍR-inga búinn að vera virkilega góður. ÍR-ingar á 10-1 áhlaupi núna, geta bætt við það. Jakob Kári brýtur á Tómas Orra. Skotrétt hana til Klífali villa. Tómas Orri fær bara 2 víti. Þetta er bara hárrétt villa. Jakob grípur hann utan hann. Algjör óþarfa villa. Gefur Tómasi bara 2 víti. Ferðingurinn. Orri, þessi. Framan á hringinn og ofan í fyrran. 10 stiga munur. 11 stiga munur og áhlaup ÍR-inga þá orðið 12-1. Pablo. Orri. Tómas varnar flottur varnarleikur en fær villu og dendar á sig og Oni! Karvan góð! Og Tómas. Það var frekar tæpt skot sem byrjaðar á skothreyfingunni þegar að brotið kemur en Orri minnka munir í 8 stig. Mikilvægt fyrir Stjörnuna sem hefðu ekki skorað nema 1 stig síðustu 3 leikmyndur. Tómas. Rós á Jakob. Gerir það, þeir þrefalda á hann og þarf Tómas að losa boltann út. Gerir það, Kristján Fannar! Frá hann á hringinn og nú getur Stjarnan í fyrst skipti langa tíma að keyrt almennilega í bakið á þeim. Tekur Falkó brýtur. Kemur við fyrir auðvelt stig. Aron Orri aftur inn á fyrir Tekur Falkó. 3 villur. Þetta á hann í frekari villuvandræði. Pablo. Leið á hringinn. Villan dæmd á Kristján Fannar. 2 stig komin í skotrétt. Nei, meina 2 skot. Það er síðan. Setur fyrra vitið. Líka munurinn 6 stig. Það 20 sekúndur eftir að 3. leikluta. Aron Orri, síðasta skot. Tómas. 6 sekúndur, Klónar þarf að taka þetta síðasta skot, það er alveg ljóst. 3, 2, Sarko í erfitt skot. Ekki skotið sem þeir hefðu lagt upp með. Klónar finnur ekki plássi til að skjóta og 3. leikluta er lokið. 6 stiga munur, ÍR-ingum í vil. Og 1 leikluti eftir. Leiklutanum sem að fáum spennu allt til loka. Pablo fyrir Orra í opið skot. Skakkur en Gasic sækir sóknarfrákastið og fær villuna á Sarko. 4. villan á Sarko Júkið. Samdæna Luka sækir boltan Sarko. Rosalega mikið en Marnir séð eitthvað sem við sáum ekki í sjónvarpinu. Luka klikkar á fyrra vitinu. Smíkamuninn er í 5 stig.
senna líka en Seth Day stækir sókn á frákastið og Luka! Þryggjastafskot og Kristján Fannar með mjög klaufalega villu. Kemur inn í hliðina á honum. Það er rétt. Það er í stóðhendina. Og boðslega klaufalegt þetta var. Svo illa tímasett skot og maður fann allan tíman að hann var eiginlega ekki í jafnvægi. Loksins setur Luka skotið sitt niður. Tekur á tveimur rétt að hann. Það minnkar 3 stig að maður setur hann eftir vítinn. Setur hann að vítið. Vítaskita á sínum ferli. Klikkar eins og þessu. Þetta er 4 stig og þau tekur Falco. Stig í röndum. Kjörstinn Ansinrott miðjunni og Thomas með ofstutt skot. Tekur frákastið. Gasic á hringinn og fær villuna og vít körfu að auki. Getur það minnka muninn í 1 stig. Fötublasti inn í hann. Klár villa, þriðja villan á Thomas Orra. Sem til að taka leikhlé. Þess að fara yfir helstu áherslur fyrir síðustu 9 mínúturnar í leiknum. Þannig að mæta mikilli áræðinni inn í 4. leiklutan. Gasic allt í öllu. Taka núna 5 víti á þessari mínútu. Og er að bæta einu við. Bara hún að hitta 2 af þessum 5 vítum. Þetta er minkamunurinn í 1 stig. Svo það fari ekki að koma inn á hann. Nú er það fína leik. Setur svolítið lengi út af núna. Hákon Örn er allavega kominn á aftur hjá IR. Það er svolítið líður aðeins. Fannar fæði sér sæti á bekknum. Luka Gasic. Setur hann vítið og minkar muninn í 1 stig. Þessi sending mjög tæm. Það tekur Falco. Heldur honum og fer þá stað í sóknina. Það fyrir Klonaras í horninu, en nú gengur það ekki. Seth Day tekur frákastið. Gasic. Hann ætlar að fara aftur á hringinn, gerir það og nær ekki að synda eins og en Seth Day tekur frákastið og blakar boltanum ofan í. Og þeir tapar boltanum aftur Jíningar. Stjarnan komið einu stíg yfir. Luka Gasic, hann heldur áfram að fara bara hringinn. Opnast fyrir Pablo Hans Tegel út af sýndist mér. Setur hælana niður á hliðalínuna. Aftur að fá villu fyrir að grípa í menn og ég svo að Baldur var að geta rosa sáttur við þetta. Þetta er að fá villur og láta til sem taka þetta er bara skjóðar villur. Hákon
leið á hringinn en skotið ekki alveg nógu gott. Stjarnan út að þetta keyra í bakið á nýjningunum. Gasic. Skiptir skotið en hikað á lengi. Þannig enn síðan að bara hringinn. Sá ætlar að ná í þennan sigur og fiskar villuna. 5. villuna á Sarko Jukic. Hann kann ekki passa sig. Og það er ekkert að segja við þessari villu, það er alveg ljóst. Lætur hann plata sig upp í loftið. Slæðir niður á hendina á honum. Það er svo mikið villa og það gerist. Írningar enn stigalausir í fjórða leikluta. Gasic. Enn einu sinni á vítalínunni í þessu fjórða leikluta. 2 mínútunum. Farum að 9 sinnum, taka 9 víti. Bæði niður og munur núna 3 stig. Þá fer hann út af. Bara Janis, já, kom inn á í hans stað. Smá hvíld fyrir lokaspretti. Tekur Falko, hann fær alltaf mikið pláss aftur og þá er ekkert að spurja því. Aftur Janis. Varnarmaðurinn sem gefur hann nógu mikið pláss. Heldur eitthvað fyrir bakið þarna. Janis. Það sé ekki alveg heitt. Pablo vill frá Seth. Fiskar þessa villu á Hákon. Hvað hann er að gera. Það kemur Jakob Kári út af. Það fer hann á vinstri hendina. Fiskar þessa villu og Stjarnan er komin í skotrétt. Eftir 2,5 mínútu af fjórða leikluta. Það geti reynst bara dýrt fyrir ÍR. Þetta er ótrúlegt. Hver einasta villa eftir þetta verður 2 skot. Stjarnan sem byrjaði þennan leikluta með Luka Gasic fremstan í blokki. Það ætla sig greinilega að vera miklu árannari á hringinn. Klikar á sinna á vítinu. Hákon. Setur hérna á Tómas sem setur þetta niður. Tómas er virkilega frábær. Þessi bolti endar í höndunum á Seth Ledey sem fær villuna dæmda á sig. Tómas Orri alltaf jafn hissa. 2 víti. Sjáum þetta aftur. Það er kannski eitthvað tilsýðismáls í þetta skipti. Seth setur vitið. Setur sinna. Seth Ledey búinn að taka 10 víti. 30 víti í leiknum. Falko. Á Klónaras. Bakka. Nei, það er ekki Tsoppnes sem er komin inn á aftur. Sendingur út í hornið á Hákon sem setur þetta niður. Önnur karfan hans í leiknum. Ekki leta mikið til að taka einhvers 5 skot í leiknum. Janis í erfitt skot. Hann er bara ekki búinn að hitta þessu vel þó að séu 2 sem hafa farið ofan í. Ég er aftur komin yfir. Lendir hann næstum því en Tómas Orri setur þryggjastegkurvuna niður og Baldur tekur leikli. Tómas Orri kom með 13 stig. Og ég að svara góðri byrjun Stjörnunnar í fjórða leikluta.
eiginlega allan tímann sem að Gasset búinn að sitja út af Stjörnunni. Tómas Orri sjáiði drenginn komið með 13 stig, 3 fráköst, 4 villur, og láta Heldur Betur taka til sín. Finna fyrir sér Tómas Orri. Frá ÍR sem eru komnir 5 stigum yfir. Gasset komin aftur inn á nummer 11 þennan fjórða leikluta og vera mjög áræðinn á hringinn. Bjarni Guðmann Hákon sér til varnar, þarf að reyna að komast fram hjá honum, setur þetta ekki. Jacob Falco alla leið en fær villuna 2 skot. Jannis slær í hendina á honum. Jacob Falco getur bætt í forystuna. Klikkar á seinna vitinu. Jannis vörn hjá ÍR. Seth, boltinn undir teiknum, ætlar að fara áfram á kraftinum og gerir þetta virkilega vel. Og eitthvað högg hefur Klónaras fengið þarna í augað. Kannski aftur hvað var í þessu, ég sá þetta ekki. Klónaras. Eitthvað reykur síðan á leiðinni niður. Óviljaverk klárt. Skotið. Klónaras ætlar að finna Johnny undir körfunni, gerir það. Johnny með Jannis sér til varnar. Jannis betur á hann, klárvilla, grípur utan hann. Setur hægri hendina utan hann. Ekki hægt að mótmæla þessu. Hákon. 6 sekúndur skotlugur, nú þarf Falco að galdra eitthvað. Orri með flotta vörn, en Falco galdraði heldur betur! Boltan núna í körfuna. Virtist vera komin í alls konar vandræði. 6 stiga munur. Seth. Hreyfingu Johnny gerir þetta frábærlega. Luka Gasset heldur áfram að fiska villurnar og hann fær körfuna að auki! Villan er þarna. Þetta sé að þetta færi rauk fyrir hann sem byrjaður í skothreyfingunni þó hann sé bara rétt að byrja hana. Ég skil alveg íringarnar að pirra það á þessu. En ég held samkvæmt Jökulslavs reglum þá gæti þetta viðtalið sem byrja á skothreyfinguna. Það er ekki að setja vítinn, þetta er hitta stórkostlega Gasset í þessum fjóruleikluta úr vítunum og Falco fær ekki villuna hana. Þú getur að ketta á 5-4. Gasset heldur áfram að sækja á hringinn. Þetta er ekki rosalega tæp og Seth og hann stígur á miðjulínuna. Orri Gunnarsson. Já, sjáum hana. Vinstri fóturinn fer á miðjulínuna. Sendingu Seth Day var bara armaslög.
Falco, Giannis sér til varnar. Boltanum út. Klonaras á hringinn. Fær villuna. Það að leita því virtist við voru lengi að dæma. Dómararnir virtist ekki vera að fá neitt. Sjáum þetta aftur. Þetta svona eins og maður það með svo mikil villa á gerist. Slær í andlitið á honum. Komum upp í 6 stig. Allt of stutt fyrir að vitið. Hansen þreyttur kom með dauða færi að ná að algjörlega trölla tvennu. Komið 22 stig og 18 fráköst. Settlið endar hinn líka með 20 stig og 17 fráköst. Klikkar á báðum vítunum. Þetta er dýrt. Spaug íringar. Frekar illa úr vítum í leiknum, 64%. Seth tapar boltanum aftur, sendi ekki honum lélega og hann bara sækir þessa villu og komið skotið. Hvað er hann að gera? Þriðja villa, þetta er rosalega klaufaleg villa. Þessi sendi ekki léleg, svo kemur hann fulli færð, þetta er klár villa, það er ekkert að mótmæla því. Þeir komnir í skotið, þetta er algjörlega, bara að segja heimskuleg villa. Sotnið setur fyrravítið. Með 11 stig. Líka 60 munur, 3 mínútur og 50 sekundur eftir af leiknum. Giannis, lélega sendingu en næra þeir að halda boltanum með hvað. Seth Leday. Fótur á íring, ég veit ekki alveg. Sigurbaldur er með bara betri sjón en við. Það er fótur á Tómasi, við erum aldrei að sjá það, það er ekki mikið, við erum alltaf ekki trufla þetta mikið. En koma á þann stað, mikill barningur, það hefði verið að dæma bara eitthvað. Giannis. Gassits á Orra Gunnarsson og þessi er mikilvægur fyrir Stjörnuna. Rosalega illa á þryggjastaskotum. 3 af 19 fyrir þetta, 4 af 20 núna. Falco, Thomas. Aftur, og hann með beintu. Bók setur hann niður og svarar strax fyrir þetta þryggjastaskörfu. Áfram 3 mínútur eftir af leiknum. Giannis Agravanis fer hann fram hjá Sotnið, finnur Seth Leday, setur hann niður. Manni líður ákvörðum núna eins og Stjarnan þurfa að hafa meira fyrir sínum stigum. Falco gerir árás. Þessi sending er alls ekki nógu góð og Gassits alla leið hinum megin og setur þetta niður, munurinn 2 stig á ný. Þetta er að verða helvítis leikur, afsakið orðbragðið. Tekur Falco, Hákon, Híkar. Þetta er bara handboltasókn, en tekur Falco, breytir því og fer á hringinn og fær 2 víti. Seth Leday, svo 4. villuna sína. Ótrúlega sótt fyrir Jakob Falco, nú er í sammálað Seth Leday sem stekkur bara beint upp. Gefast á hraða.
Falco setur fyrir vitið. Einhvers sem 50% nýtingu til þessa í vítum. Með það átt hann að klikka þessu og gerir það, heldur í tölfræðina sína, en hvar endar þessi bolti? Settlitey hendir sér á eftir honum og Stjarnan nær honum, 3 stiga munur, 2 mínútur eftir, 2 mínútur! Þetta er 2 mínútna viðvörun. Við erum að detta í lokasprettin og þetta er heldur betur spennandi. Luka Gasic í mjög skrítið skot, enda skotklukkan að renna út. Virtist ekkert vita hvað var mikið eftir. Flottur varnarleikur hjá Íringum. Virtist ekkert gera sig grein fyrir hvað er lítið eftir. Tómas er nálægt honum, gerir vel. Mjög erfitt skot og Borsa tekur leikhlé. 1 mínúta og 42 sekúndur eftir. Spenna framöndan, tekur Falco verið frábær í leiknum, sérstaklega eftir að fara frekar hægt af stað alveg fyrst í byrjun. Hann er komið 25 stig, 6 frákast og 7 stóðningar að geta klaga neitt upp á hann. Sýna hvað sem býr eftir, slaka frammistöðu í síðasta leik. Gímur Klónar að komið 20 stig og 18 frákast. Settlitey og Luka Gasic stiga eftir hjá Stjörnunni með 22 stig. Heldur áfram bara vera inn á hjá ÍR, enda Sarko og Júkels komið með 5 villur. En enda bara ekkert bara út af því, heldur Tómas var búinn að vera virkilega góður í þessum leik. Og ÍR heldur að stað geta bætt í forystu sína. Falco 11 sekúndur eftir af skotklukku, fer Falco alla leið á hringinn í erfitt skot og fær ekkert dæmt. Reyna að fiska villuna. Stjarnan þá bætt í Agravanis og hvað er dæmt? Sóknarvilla á Yannis Agravanis sem er brjálaður. Notar þarna olnbogann til að fylgja á eftir og þetta er 5. villan á Yannis Agravanis. Þetta er ótrúlegt, þetta er bara réttur dómur. Yannis ítir þarna á eftir Jacob Falco og Yannis hefur lokið leik í dag. Bjarni Guðmann að koma inn á. Hann hefur ekki komið með neitt á borðinu í dag, svo við séum ekkert að fegra hlutina. Neitt. Falco. Það er 1 mínúta eftir af þessum leik, 10 sekúndur. Írringar spila sömu sókningin aftur. Sotne með setur varnar, Sotne í skotið og setur það niður. 5 stiga munur. Þetta er heldur betur í höndunum á Írringum núna. Og Gasic alla leið á hringinn og fær villuna enn og aftur. Tómas fær held í villuna og þá hefur hann lokið leik í dag. Veit þessu sökina, sé það í andina á honum. Já, fer hann aðeins inn í hliðina á honum. Luka Gasic, nú má ekki fara að klika hann inn í vítum hjá honum vegna þess að allt lítið eftir til þess, en hann heyrir ekki í mér og klikkar á þessu víti. Hann er 6 af 11 í vítum til þessa. Luka, það verður að setja þetta hreinlega. Klikkar! Þetta er dýrt.
30 sekúndur eftir, Karfa frá ÍR hér. Klárar þennan leik einfaldlega. Þeir tvöfalda á Jacob Falco sem þarf að fara í mjög erfiða sendingu. Góð ákvörðun varnarlega þarna hjá Stjörnunni og Baldur tekur leikhlé. 21 sekúndar eftir. Bjarni kemur í tvöfaldan Bjarni og Jacob Falco þarf að fara í mjög erfiða sendingu yfir völlinn. Þetta var hreinlega lífsnauðsynlegt fyrir Stjörnuna til að eiga möguleika. Nú er þessi víti sem að Luka Gasic klikkaði á rétt áðan. Rándir. Það var í þriggjastaðamunur að hann setti þau niður. Mikið að tölfræði úr leik dagsins en bend á að Íringar fá 18 stig á bekknum. Það er 13 frá Tómasi Orra. Stjarnan að fá akkurat ekki neitt frá bekknum sínum í dag, stigalega séð. Það er liðið í skotrétt. Stjarnan þurfa að taka snögga sókn núna og helst tryggja stiga. Þetta er kannski því að Ég þurftur alltaf að brjóta á Íringum. Þetta er lífsnauðsynleg sókn fyrir Stjörnuna og ekkert annað. Orri gerir árás á Hákon og fær 2 víti. Það var elta þetta að gera árás á Hákon. Hákon reynir að sjálfsögðu. Orri búinn að setja 2 af 3 skotum sínum. Setur þetta. Orra verður setja seinna líka til að halda þess á lífi. Gerir það og nú þurfa Íringar að brjóta snöggt á Stjörnan á Íringunum. Á Klónaras eða þeirra plóta á honum. Það er ekki. Jacob Falco á boltanum. Guðmann fær sína 4. villu. Nei, 5. villu. Lókileik og Jakob Kári kemur inn á í hans stað. Klónaras, 2 mikilvæg víti. Setur fyrra. Hitta þá 6 af 9 í vítaskotum sínum. Klónaras. Það fer bara langt með þetta með þessu. Klónaras. Klikkar Stjarnan af stað. Gasic sem gerir bara árás, reyna að komast á hringinn. Gerir það og setur niður 2 örugg stig, 2 stiga munur. Leikhlé sem að Borsje tekur með 7 sekúndur eftir. Vel gert hjá Gasic. Fara alla leið á hringinn, ná í fljóta körfu. Sjáum hvað gerist hér.
Stjarnan, nær Stjarnan að stela boltanum, jafnvel, eða brjóta eins fljótt og mögulegt 7 sekúndur eftir, ÍR-ingar. Náttúrulega kom boltanum á Giskar Klónaras, hann að fá hann. Sotne farin þess að svolítið lengi að brjóta, en hann tekst að lokum. Það er bara 2 mínútur, 2 sekúndur sem það tekur. Og Sotne Čarsice á leiðinni á vítalínuna. 6 af 7 í vítum til þessa. Svo aftur í leikli síðan ef hann setur vítið. Ef ekki þurfa Stjarnan að vera fljótur upp völlinn. Sotne, ef hann setur bæði þá er þetta fyrir langt með þetta, hann klikkar á fyrra! Sotne klikkar á fyrra, sem þýðir að Stjarnan á alltaf möguleika á allavega jafna leikinn. Sotne á vítalínunni með allt undir, klikkar á seinna líka, en kannski var það bara þess virði. Þeir eru lengi að koma sér á upp völlinn, allt og lengi, Orri í langt skot og hvað? Új, hann leit ákveðlega út en Stjarnan tekur þennan sigur. Sotne býður hættunni heim með að klikka á þessu vítaskotum. En ÍR-ingar sem fóru niðurlægðir fyrir viku síðan á móti Tindastól mæta í Garðabæinn og vinna ótrúlegan sigur. Og það líka eftir að hafa byrjað þennan leik skelfilega. En